Njarðvíkingurinn Elvar Þór Guðbjartsson á að baki 11 innlagnir á Vog ásamt öðrum meðferðarúrræðum. Hann byrjaði að nota áfengi fermingaraldur og eftir það fór snjóboltinn að rúlla. Hann fór að heiman 17 ára gamall og átti ekki heimili að kalla næsta tæpa áratuginn. Hann hefur hort upp á marga vini sína að taka eigið líf. Fjölskylda hans hefur borið þunga byrði sökum lífernis hans og nú burðast hann með að fyrirgefa sjálfum sér. Elvar hefur fundið köllun sína í kvikmyndagerð. Hann fann griðastað í Kvikmyndaskóla Íslands og segir skólan hafa verið líflínu sína. Eyþór Sæmundsson ræddi við Elvar og spurði hann fyrst út í kvikmyndanámið. Grunaði einhvern tímann eða hugsaðir að myndir fara þessa leið, að fara að læra þetta eða skapa? Aldrei í lífinu mínu, sko, þú veist, og einhvern veginn, raunveruleiki minn í dag var fjarstæður draumur þegar ég er 16 ára gamall, sko, þú veist, og náttúrulega átt á þeim tíma að það er, sko, 14 ári síðan þegar þú sagðist alltaf að gera kvikmyndir, það var svolítið bara sagt, sko, viltu ekki hafa raunhæfa drauma í lífinu, skilju, þú veist, á þeim tíma var þetta svolítið þannig. Það er ekki fyrir eftir það sem þetta fyrir að vera svona stórt og miklu möguleikar í þessum iðnaði hérna. En núna, þú ert nýútskrifaður, þrítugur. Já. Þannig að þetta er svona, þú ert komin á einhverja leið með þetta. Algjörlega. En þú fer svolítið grýtta leið kannski að þessu. Já, algjörlega, sko, algjörlega. Það tók mér mjög langan tíma að uppgötva sjálfa mig og ég raun og veru að átta mig á því hvað það var sem ég vildi úr lífinu mínu, sko. Þú veist, ég var rosalega týndur í mörg ár, sko. Og þegar ég fer í meðferð hjá SÁÁ þegar ég er 28 ára gamall og þegar ég er búinn þar þá sit ég uppi með þá spurningu hvað ætla ég að gera öðruvísi núna. Margoft búinn að reyna og aldrei náð neinum árangri eða neitt þannig og ég spurði sjálf mig hvað ætla ég að gera öðruvísi núna í þetta skiptið og þá fór ég einmitt að hugsa tilbaka og mér finnst það mjög mikilvægt, ég tala oft það í dag, mjög mikilvægt að þegar fólk er í þessum aðstæðum eins og ég, að hugsa tilbaka hver þú varst fyrir allt. Og fyrir mér þá var það kvikmyndaáhugamaður, skilur, númer 1, 2 og 3, það hefur alltaf verið fylgt mér í gegnum tíðina. Þú veist, ég var sá sem var út á sjó og ég svaf freka 3 tíma á frívaktinu minni til að geta hort á eina bíómynd á henni, sko, heldur en að vera vel út hvíldur. Hverju breytti þetta fyrir þig að komast þarna inn? Þetta breytti, sko, þú veist, eins og ég sagði þegar ég var með útskrifa, sko, þú veist, að skólinn var svolítið líflína mín. Þú veist, þetta var einhvern veginn, þetta var staður þar sem, sko, ég var ekki dæmdur fyrir fortíðina mína. Þetta var staður þar sem ég var frekar fagnað til að segja sögur eða nýta innblásturinn í það að skapa eitthvað úr þessu, skilju, öllum út af því að það er ekkert beint hægt að segja að maður sem lifir lífi eins og ég þó maður var ekkert sá, þú veist, þótt að það er margt sem hefur getað farið verra að þetta er ekki beint fallegt líf. Þér líður aldrei vel í raun og veru þegar þú ert í stöðu og ástandi að reyna að deyfa þig, sko. Þannig líður manni aldrei vel, sko. Mér finnst ömurlegt að svona er heimurinn sem við búum í dag. Eins og við vorum að ræða hérna áður, sko. Þú veist, það var á 3 mánaða tímabili í fyrra, það voru 5 vinir mínir sem tóku sitt eigið líf út af því að þeir sá ekki fyrir endanum á veikleikunum sínum. Þeir sá ekki fyrir endanum og það var einhvern veginn lausnin að taka sitt eigið líf. Hversu skelfilegt er það ef það er ástandið, sko. Og það er eitthvað sem mig persónlega langar að geta breytt í þjóðfélaginu. Við förum kannski aðeins í þá sögu, þína sögu. Já. Byrjar ungur að drekka og neyta vímuefna. Já. Ég er í raun og veru, ég ætli sé ekki í kringum 15 ára þegar ég leiddur út í vímuefnin. Ég er komin út í það. Ég byrjaði að drekka mjög illa, mjög snemma. Kringum 13 ára aldur þá voru þetta, sko, þá voru bara, þú veist, þá var maður farin að bíða eftir næstu helgi og tala síðustu helgi. Það var bara orðið þannig. Svo við spyrjum nú kannski bara einmitt strax, ef þú horfir núna tilbaka, veistu einhver ástæði fyrir því? Af hverju þú byrjar svona snemma þetta, af hverju á þetta svona vel við þig? Er eitthvað undirliggjandi hérna sem að? Ég held að það hafi bara verið, sko, ætíð einhvern veginn lítið sjálfsmat, jafnvel, sko. Þú veist, það er fullt af svona hlutum sem eiga,
þú veist, þegar hún byrjar að drekka á þetta þá allt í einu orðin sprungin út, hressi, finni og skemmtilegi, skiljuðu, þú veist, þegar hún varst einhvern veginn svona meira kvíðinn og ekki alveg viss sjálfa þig þegar hún varst edrú, sko, þú veist, og það var auðveld lausn og síðan þetta alltaf bara þessum tíma töffaraskapur, skiljuðu. Þú veist, mér alveg sama, þú veist, sama hvað hver segir, sko, þú veist, ég byrja ekkert að reykja sígarettur út af mér fannst það svo ógeðslega gott, ég var fárveikur eftir fyrstu sígarettuna mína, ælandi út í móa en strax var hann að taka það upp, skilur, út af því að það var töffaranir að fara í göngustíðina að reykja, skilur, þú veist, það bara þannig, sko. Og hvernig þróast þetta þarna hjá þér, eins og þú segir, þú byrjar fljótlega bara að drekka hverja helgi og svo rúlar snjóboltinn einhvern veginn? Já, svo rúla boltinn nefnilega, sko, þetta mjög skrítið út af því að það sem ég sat að tala með einum, ég fer svolítið mikið í sánu í Njarðvík, ég sat að tala með einum úr Njarðvíkinni og það sem honum fannst alltaf skrítnasta sem hann heyrði mig var það að Elvar svo góður strákur. Elvar svo góður strákur, skilju, hvernig getur verið að hann hafi leiðst út í þetta, sko, þú veist, og það hefur í raun og verið ekkert með þessa hlut að gera hver leiðist út í þetta, sko. Þú veist, þetta á öllum stöðum og öllum stéttum í þjóðfélaginu, þú veist, það sem þetta fíknvandamáli, þessi, mér finnst það nú lélegt orð en sjúkdómur, en þú veist, þetta sem sagt geðsjúkdómur í raun og veru, sem hann nær manni hvar sem og 15 ára gamall þá ég bara búinn að gefa upp skólagöngu og farin að vinna bara stanslaust og bara til að eiga fyrir og stutt eftir það er ég nánast yfirgefið heimilið frá foreldrum mínum út af því að þau voru að skipta sér svo mikið af mér, sko. Ég er 17 ára gamall þegar ég labba út þaðan en ég er 17 ára gamall líka þegar ég fer í fyrstu meðferðina mína, sko. Og þetta einhvern veginn vindir upp á sig bara svo rosalega fljótt, þú veist, áður en þú veist að þú ert með alls konar, fattar ég, ég ætla ekki að gera þetta. Svo allt í einu ertu farin að gera þetta. Ég ætla bara að reykja hass eins og var á þessi tíma og síðan allt í einu ertu bara að nota amfetamín, þú veist, og áður en þú veist að verður einhvern veginn bara búin að yfirtaka lífið þitt og þetta var kannski gaman og spennandi til að byrja með, en síðan ertu byrjað að ljúga sjálfu þér að þetta sé ennþá gaman og spennandi. Þetta sé ennþá gaman sem bara, þú veist, sjálfsblekking, ekki neitt annað, skilur, því að þú ert orðinn bara andlega og líkamlega háður efnunum, sko. En ég endist ekkert edrú, fíknin maður ekkert búinn að átta sig á því endilega á þessum tíma hvað þetta alvarlegt, sko. Og versta við þetta sem ég sé í dag, og í raun og veru bara, það var hvað þetta gerir við fjölskylduna. Það er rosalega erfitt og það sem erfiðasta sem ég að díla við í dag, ég fekk fyrirgefningu frá þeim leið og ég fór að ná árangri, skilju. Það erfiðasta sem ég þarf að gera í dag er að fyrirgefa sjálfum mér nánast á hvernig einasta degi hvað ég gerði fólkinu mínu. Það er það erfiðasta í þessu. Það er ábyggilega ástæðan fyrir að árangurinn er svona lítill. Árangurinn er svona lítill í þegar fólk er að fara í meðferð eitthvað svona að eina sem fólki mitt vildi að ég væri edrú og væri að gera góða hluti. Bara eitthvað, það skipti ekki máli, bara ekki fá mér og gera góða hluti. Það var fyrirgefningi komin. En ég þurfti að fyrirgefa sjálfum mér yfir öllum sásökunum og allt það sem ég hef valdið þeim, sko. Móðir mín yngdist 10 ár eftir 3 mánuði að edrúmennskunni mín. Bara þá var hún farin að sofa nætunar og hún bara orðin allt í einu glæsilega flotta konan sem hún hefur alltaf verið, sem hún var búin að tapa út af áhyggjum af mér. Þú reyndi áður að hætta? Já. Hvað var öðruvísi í þetta skipti? Í þetta skipti var, sko, ég verð að segja það, ég ætla að segja bara nákvæmlega eins og þetta var, sko, að þetta skipti var ég ekkert að fara að vera edrú. Þetta skipti var bara, ég er búinn að vera stanslaust á einhverju flakki og djammi og svona og eins og ég segi, bara búinn að taka rosalega mikið toll á foreldrunum á þessum tíma. Ég kem til þeirra rosalega mikið toll og ég ákvað að fara bara í 10 daga út af því að hugsunin var ekki lengra heldur en að bara borða í 10 daga í senn, skilju. Það var ekki meira en það. En inn á voru ég að SOA og hjá SOA þá fer ég á 12 fund og þar kveiknar einhver ljós. Það kveiknar einhver svona von og í raun og veru, sko, var líferni orðið leiðilegt
Það var ekki spennandi. Ég var búinn að þróa með mér sem sagt spilafíkn undanfarin 2 árin áður en ég verði edrú, bara til að fá einhverja fíkn út af því að lyfin voru hægt að gera það sem þau gerði alltaf fyrir mig og mér leiddist. Og ég er þannig einstaklingur sko, að það versta sem gerist fyrir mig í lífinu ef mér leiðist. Þannig var ég bara komið leið að þessu. Ég var komið nóg og ég áttaði mig á því á þessu 12 spora fund og mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt. Bara prófa eitthvað nýtt og trúið mér að það var mjög erfitt að þurfa að læra og út af því að þú veist, ég hef alltaf verið sko, með sterkar skoðanir og öllu og eitthvað svona og á þessu tíma sko, þurfti ég að átta mig á því að skoðanir mínar skipti ekki neinu máli. Sko. Þú veist, ég þurfti að leggja þetta allt til hliðar og ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfum mér að ég væri búinn að sem sagt, lifa lífinu á rangan hátt. Alveg, frá byrjun til grunni. Ég þurfti að byrja að æfa mig að bursta í mig tennurnar 2 sinnum á dag, ég þurfti að búa með rúmið mitt á morgnana, ég þurfti að læra að tala við fólk upp á nýtt sem var rosalega erfitt. Ég man eftir að hafa farið með foreldrum mínum upp í bústað sem sagt, stutt eftir að ég verði edrú, ég fyrir með foreldrum mínum upp í bústað og ég gat ekki tala neitt í yfir 48 klukkutíma út af því ég kunni ekki eiga samskipti lengur við eðlilegt fólk. Þannig ég þurfti að sitja og hlusta og átta mig á því hvernig ég get hagað mér. Sko. Þú veist, og það hlutir, sko, þú veist, þessir hlutir eru ótrúlega erfiðir. Það fyrir 28 ára gamla mann einhvern veginn að átta sig á því að ég er bara eins og lítið barn, sko, komin að pelan aftur og byrja bara þaðan. Og eins og ég segi, rosalega særandi fyrir egoið og þessa hluti, sko, þú veist. En einhvern veginn var ég bara á þeim stað að ég var bara, ég ætlaði að reyna þetta, þú veist. En þá daginn í dag, 2 ár pluss seinna, ég er ennþá að læra fullt af hlutum, ég er ennþá að æfa mig í fullt af hlutum, sko. Og já, þú veist, það þarna það sem ég segi sko að það hafi verið öðruvísi sem breyttist í raun og veru var það að ég sá það að það væri möguleikar í boði. Þú veist, eins og ég sagði með skólan, það var líflína mín og eftir að ég fekk einhvern veginn þetta tækifæri sem þau gáfu mér þannig í skólanum sem ég verð óendanlega þakklátur bara allt mitt líf fyrir, var einhvern veginn það gaf mér von það að ég á skilið líka betra við. Að ég eigi skilið bara að fyrirgefa sjálfum mér, fyrirgefa öðrum, þú veist, og vinna því bara að verða betri maður. Hvað heldur eiginlega við sem samfélag, horfandi frá þínum bæjardyrum séð? Hvað getur gert betur til að hlúa að þessu unga fólki sem fetar þessa braut? Ég er harður á því sko að forward kemur með fræðslu. Ég mun aldrei labba neinum og segja ekki gera þetta, ekki prófa, ekki gera hitt, skilur við. Það fólk á í raun og vera nógu klárt að átta sig á því að það á ekki að fara út í þetta, skilur við. Þú veist, en við þessi samfélag sko, í raun og veru, fyrsta sem þarf að gera er að hætta að trýta þetta eins og glæpi, sko. Já, þú veist, mörgum tilfellum, auðvitað er sölumenn og allt það alveg hrikalegt, skilur við, en í mörgum tilfellum er þetta einstaklingar eins og ég, sko. Þú veist, ég meina, ég er sonur foreldra minna, sko. Þú veist, ég er vel upp alinn og mér var kennt hvað er rétt og hvað er rangt í lífinu, sko. Þú veist, enn og aftur eitt á augnablikunum, sko, það erfiðast einhvern veginn við þetta er alltaf fjölskyldan. Alveg sama, þú ert alltaf einhvern sem þykir vænt um þig, sko. Og erfiðast að við þetta það hvað maður í vörn ýtir maður þeim í burtu frá sér, sko. Eins mikið á að getur. Ég gleymi því ekki að faðir minn, sko, þú veist, hann var orðinn svo þungur á síðustu 2 árin ég varð edrú, að við áttum allan einn samskipti eða neitt þannig. Og síðan eftir að ég kem og ég fer hann á árangri og þá sitjum við saman, ég gleymi þessu augnabliki aldrei, sko. Við sitjum við saman og erum að horfa á sjónvarpið eftir, ég er búinn að vera 2-3, ég er nýkominn inn í skólan og svona, 2-3 mánuði edrú. Og við sitjum og erum að horfa á Criminal Minds á RÚV og við sitjum og erum að horfa á þetta og þátturinn svona hálfnar og gamli byrjar að vera þreyttur. Hann stendur upp og hann klappar með svona hausnum
Segi góða nótt elsku Elva minn, ég sé þig í fyrramáli og ég grét samfleytt í 3 klukkutíma eftir þetta augnablik út af því að ég var búinn að gleyma hversu mikið ég þurfti ást föður minns að halda. Að ég grét stanslaust, ég segi alltaf að ég þurfti að horfa á á plúsinum hvernig þið náðu morðingjónum í þættinu skilur út af því ég náði mér ekki, ég var bara með ekkana og allt það og það var alls konar svona augnablik í lífinu mínu þegar ég byrjaði að vera edrú sem ég átti mig bara á, wow, þú veist, þetta ekki búin að vera ýta í burtu frá mér í 13 ár og þegar þetta var það í raun og veru það eina sem ég þráði og vantaði sko. Það var rosalega einhvern veginn, það var rosalega upplífgandi að átta sig á því og fara að taka því með, þú veist, einhvern veginn með opnum örmum sko, en að læra að vera elskaður líka aftur. Það er rosalega erfitt. En þegar fíkillinn, alkohólistinn er í neyslu, getur maður eitthvað gert? Getur maður gripið inn í? Þar fíkillinn að finna það hjá sjálfum sér. Nú þekki ég fólk sem hefur dílað við svona, eins og kannski flestir þekki eitthvað sem dílað við svona. Og maður hugsaði einmitt, hvað gæti maður tekið símtal? Getur maður sendt skilaboð einhvern veginn þannig að fólk viti að þú sért til staðar eða hvernig virkar það? Þú veist, þar viðkomandi bara átta sig sjálfur og finna sinn botn eða? Þetta er rosalega góð spurning og við höfum maður hefur oft pælt í þessu sko og í raun og veru er þetta sko það sem kallast a window of opportunity. Og hann myndast stundum myndast hann bara í einu sinni, skilur við. Þú veist, maður veit það ekki, það fer allt eftir einstaklingum, skilur við. Og við sem fjölskylda og einstaklings til dæmis, sem er veikur fíkill eitthvað svona, við þurfum að vera svolítið opinn og vera að fylgjast með þessu augnabliki, sko. Því að það er alltaf þetta window of opportunity, skilur við. Þetta er eins og þegar ég verði edrú. Mitt window of opportunity, eins og ég segi, var mér leiddist, ég var einhvern veginn alveg bara hlutlaus, tilfinningalaus og allt, skilur við, og ég bara leiddist og ég ætla að kíkja á einn tólspor. Settist niður, meðtók allt, breytti lífinu mínu frá því augnablik. Það breytti lífinu mínu. Það var bara út af að þetta var smá gluggi þarna þegar ég sat hana niðri og var að hlusta og heyra það sem var að tala að það breyttist lífið mitt, skilur við. Window of opportunity. Og ég myndi segja í raun og veru eina sem hægt að gera er að bíða eftir og fylgjast með þessum augnablikum hjá manneskjunni sem þið þykir vænt um. Út af því að þetta augnablik kemur og hugsanlega reynir hún að forðast það eins mikið og hún mögulega getur á þessu augnabliki. En þetta augnablik kemur og þar þurfum við að vera tilbúin að grípa það.